Sæl og blessuð, velkomin í Reynslubolta. Það þáttur þar sem við fáum ég segja fólk sem komið að léttasta skeiði. Við nú bara með einn sem koddnungur og kannski eru tvö okkar koddnung. En allavega, við hérna á 50 dögum fáum við fólk sem að nægilega siglt til þess að leggja mat á fréttir og málefni og tíðarandar líðandi stundar. Og það eru komnir 3 góði gestir hérna til mín þennan daginn sem og aðra 50 daga. Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, vertu velkomin. Takk, þau eru reynslu mikil úr fjölmiðlum, ég bara gömul. Já, einmitt, akkurat, bara gömul, eða bara ung. Aðalsteinn Kjartansson á Heimildinni, vertu velkomin. Takk fyrir að íta mig líka í þessa tilvista krísu bara strax í upplæði. Einmitt, akkurat. Og Steingerður Steinarsdóttir, þú ert náttúrulega búin að vera blaðamaður lengi, ert núna á Lifðu núna og ert líka að vinna hjá Samhjálp eða hvað? Jú, það passar. Einmitt. Heyrðu, bara takk fyrir að koma og svara kalli mínu og reyna að kjafta Íslands samfélag og jafnvel heiminn í kringum okkur. Það blasir við að við ræðum til að byrja með kannski nýjan meirihluta í Reykjavík. Hafið þið öll áhuga á pólitík sem nær út fyrir störf ykkar ef við byrjum á þér, Margrét? Já, ég hef mjög mikið áhuga. Já. Og svona kannski einna mestan áhuga á pólitík fyrir utan svona það sem ég að gera. Einmitt. Alla daga í vinninni. Einmitt. Nú liggur það fyrir að miðflokkurinn á enga vini, það eru allstaðar hérna bæjarfulltrúar en enginn vill vera með þeim nema í Reykjanesbæ. Er það eitthvað sem að þú sást fyrir? Þetta bara eins og ef þú ert alltaf að uppnefna alla skólafélaga þína og ert alltaf í átökum og alltaf að rífa kjaft að þá eignast maður með ekkert marga vini. Þetta sé bara svolítið þannig, Já, það sé kom bakið á þeim hvernig það hafa tjáð sig. Já, þeirra óháð þeirra stefnumálum að þá þeirra pólitík og ég ekki að segja neinu fréttir snýst hún að búa til átök að búa til óvinni í samfélaginu það finna blóraböggla og nota einhvers konar uppnefni eins og lippar og allt þetta að og þá þú vekur á þeirra athygli með þeim hætti og getur kannski fengið einhver atkvæði út af það því að það vekur svo mikla öll svona neikvæðni og árásir og átök, sérstaklega átök, þau vekja svo mikla athygli og að það getur verið gott einmitt til þess að fá athygli en þá kemur það á móti að það fólk velur að vinna ekki með þannig fólki að því að það þarf að vera auðvitað að reka eins og Reykjavíkurborg eða önnur sveitafélag bara eins og að reka fyrirtæki, það þarf að vera gott samstarf, það þarf að vera traust á milli stjórnenda og þegar að þetta það sem að fólk hefur og svo líka bara á meðan að Hildur til dæmis að taka þessa ákvörðun að ræða við fólk í öllum flokkum, öllum þessum flokkum sem komum til greina að þá kemur eins og Björningi og með enn frekari uppnefni og þannig að mér finnst þetta skiljalegt að þeir séu ekki komnir inn í sveitarstjórnir bara miðað við svona þessa hefðun að Snorri Másson og Björningi reynist með flokkunum dýrkeyptir menn. Já, og svona líka held ég að fylgis svona eins og að fylgismenn miðflokksins eru alla minnstakosti miðað við svona það sem að ég hef engar rannsóknir séð þetta eða samantekt formlega, vísindalega samantekt bara svona miðað við það sem ég að sjá á netinu að það virðast þeirra fylgjendur vera svona átakasæknari og svona dónalegri en kannski fylgjendur annarra flokka og þegar forysta flokksins ekki tilbúin einhvern veginn að taka á þessu og að ýta undir þetta þá, já, ég held að sé Þetta eru uppskeran, þetta svolítið að afleiðingin að fólk vil ekki vinna með þannig fólki. Svo finnst mér þeir rosa oft vera fórnarlömb og ekki flinkir í að finna lausnir þegar þeir eru að gagnrýna. Nei, það einmitt og það svona klassíst að setja sig í
þessa fórnarlambastöðu að þetta séu annarkvort fjölmiðlar eða Já. sem sé að gera þeim einhvern óleik. Já. Hildi leist ekkert á þetta og hún komin hérna í meiri hluta í Reykjavík með Einari Sveinbjörnsinni og Björgu, Sveinbjörnsinni, Þorsteinsson ætlaði að segja, og henni Björgu hjá Viðreisn og það sem að svona kannski vekur mesta athygli hjá Eina dagblaðinu sem kemur út á Íslandi, það boðar miklar stjórnkerfisbreytingar hér í hérna fyrirsögnum. Sér þú fyrir þér Aðalsteinn að það verði miklar stjórnkerfisbreytingar hjá þessum meirihluta? Nei, það ger ég ekki, einfallega því að það ekkert svo auðvelt að fara í miklar stjórnkerfisbreytingar. Hlutverk sveitarfélaga eru að stærstu leyti bundin í lög og þú hefur ekkert val hvaða þjónustu þú veitir og hverju þú sleppir og til þess að veita þá þjónustu að þá þarftu innviði sem að felast í annarkot svona eiginlegum innviðum eins og götum og veitukerfi og öðru eða þá starfsfólki sem hefur þekkingu og reynslu til þess að veita þessa þjónustu. Langflestir starfsmenn borgarinnar eru starfsmenn í þjónustustörfum og það getur vel verið að það sé bara ekkert mála að taka eitthvað til í stjórnendalaginu en sko tölur sem teknar voru saman af tölfræðingi óháðum fyrir kosningar sína fram á það hafi nú lækkað talsvert hlutfall launa sem að fara til stjórnenda þannig að það virðist vera búið að vera í þessari tiltekt og þetta svo kallar fitulega að það sé búið að skera það eitthvað niður þannig að ég mjög erfitt með að sjá að það verði eitthvað grundvallar breytingar á því hvernig borgin opererar. Það gæti nú líka spilað inn í af hverju það var ekki stemming fyrir því en að Sjálfstæðisflokksins eða hjá Hildi allavega að mynda þennan tæpa meirihluta með Miðflokknum sem að hefði nú ekki einu sinni haft meirihluta atkvæða á baku sig af því að þar á búið að lofa mjög stórum og svona skýrum breytingum og breyta algjörlum kúrs og hætta hinu og þessu og fara í ansi svona hvað maður að segja, mikinn uppskurð og það eru lofur sem bara ekkert hlaupið að því að fylgja eftir. Hvað þá á 4 árum þegar þú hefur ekki löggjafann með þér í liði, Þannig að ég held að þetta sé nú kannski meira verið að taka upp skipulega á Suðurlandsbraut sem að í stóra samhenginu skiptir bara engu máli eða taka einstaka verkþætti út úr samgönguáætlun og búa til eitthvað skonar eignarhald þessa nýja meirihluta á því verkefni frekar heldur en að fara í algjöru uppstokkun og það bara vonandi það sem að borgarbúar vilja ég veit ekki, það náttúrulega verður ekki lagt í dóm fyrir eftir 4 ár Ekki nema allt springi Já, það náttúrulega ólíkt þinginu og þá ekki hægt að búa til kostninga það bara virka í 4 ár og eitthvað þarf að leysa þessi verkefni og sinna því að skólarnir séu opnir og að við getum farið til og frá vinnu og í frístundir Nei, ég meina kannski kemst Ari að á kjörtímabilinu og Miðflokkurinn við getum ekki Já, við getum ekki útilokað neitt en viðbröðin við því að þessi flokkur sem að hlaut rétt rúm 11% fái ekki aðgengi að völdum kristallar held ég af hverju svona fáir vilja vinna með þeim Já. Og það mjög erfitt að mynda meirihluta sem að byggist á málamiðlunum við eitthvað sem að svona ég lef mér að segja bara frekur og svona ekki fúst í samstarfs og í þessu samhengi hvarflar hugur manns inn á Alþingi maður veltir líka fyrir sér hvort það yrði sama svipustaða uppi inn á Alþingi að Miðflokkurinn verði alltaf bara svona stjórnarandstöðu gremjuflokkur gaggandi þarna út á kanti og ágætur kannski í ákveðnu tilliti en flokkur sem enginn vilji vinna með. Mér langar að spyrja þig þegar þú stóðst fyrir þínum kappræðum þegar Heimildinni voruð með fyrstu sjónvars kappræðurnar og ég var staddur í Tjarnarbíói og fylgdist með þeim hafðir þú þá tilfinningu þá sem spyrill að það skipti mjög miklu máli hvaða oddvitar og hvaða stjórnmálaflokkar kemur til valda í borginni? Ég held að skipti að sjálfsögðu alltaf máli
sko, hvaða meirihluti myndaður og þráttur ég hafi verið hérna að ljúka við að segja að það skipti ekkert máli þegar það ekkert að gera að þá þetta, sko, hefur þetta bein áhrif á daglegt líf þeirra sem að búa í því sveitarfélagi sem ræðir og Reykjavík að veita mjög mikla og fjölbreytta þjónustu og svo hægt að takast á hversu góð svo þjónusta og hvort geti verið betri eða eigi að vera öðruvísi og það náttúrulega verið að takast á það. Það sem að mér þótti kristallast í kappræðunum okkar og hjá öðrum fjölmiðlum líka þessar átakalínur sko hvort að eigi að laga stefnuna sem að borgin á eða hvort að eigi að snúinni við hvort við bara fara í aðra átt og svo meirihluti sem myndaði núna og niðurstöður kosningarna sko þrátt fyrir hvað talsmenn Miðflokksins tala að hér hafi verið sko kjósendur hafi valið algjöru utbeygju að þá ekki meirihluti atkvæða á bakvið algjöra utbeygju. Sjálfstæðisflokkurinn talaði alls ekkert fyrir algjöru utbeygju. Vildu laga einstakar hluti og meiri sér Samfylkingin sem hefur verið leiðandi á sviði borgarinnar sko í 20 ár og jafnvel lengur sko, það náttúrulega einhverju kaflar þarna inn á milli það sem þeir mistu völdin talaði líka það að nú væri tími til að fara í ný hverfi og horfa svona í aðra átthöldur en hefur verið gert og ég held að sko sú stefna aðeins að breyta til en ekki fara neina uppbyggð það hafi óumdeilanlega verið ofan á þessum kosningum þannig að Svo lentur í þessari lýðræðisklemmu að þú varst með öll framboðin og þú náðir að spyrja 5 spurningar. Já, fylgja nú aðeins eftir einhvern spurningum. Ég reyndar náður að gera það. En ég held að... Og þú stjórnaði þættinu mjög vel að mjög sko. Það var ekkert að gera þetta betur. En þetta svona ákveðin klemma þegar maður sér fjölda frambúðan. Já, við höfum alltaf sett þröskuldin mjög neðarlega. En við erum með þröskuld. Núna var hann 1,5%. Já. Og þú þurftir að hafa mælst eitthvað tíman á tímabilinu yfir 1,5%. Góðan daginn frambúðið var í 1,4 og við tókum bara það ákvörðunum að það væri allt eins gott að hafa alla heldur en að sko hafa 10 og sleppa einum en ég held að sé alveg tímabært að fara að ræða það að hækka örlítið það ekki að vera mikið þröskuldin í að bjóða fram það var hægt að taka ákvörðun að kvöldi síðasta dags fyrir framboðsfrest hann líður og safna öllum undirskriftum og skilin gildu frambúði þá þetta kannski bara aðeins og auðvelt það kannski allt í lagi að það þurfi að leggja í smá vinnu og að það sé svona stór og öflugur hópur og bakvið frambúð hvort þetta til sveitarstjórn eða þings. Já. Muntu sakna Pírata? Ég bara, sko, þetta tala persónulega eða faglega, það er alltaf gaman að fá allar þessar fyrirspurnir og svör við þeim, aðal á þinginu. Ég held að Píratar hafi gert margt bara mjög fínt. Þeir eru búið til hellinga fréttum fyrir okkur blaðamenn. Já, svo líka alltaf og gott að hafa eitthvað sem horfir á hlutina öðru sig heldur en restin, sko, og nær þá að draga samtalið þó að niðurstaðan verði ekki endilega í samráð með það sem þessir aðilar leggja upp með þá hægt að draga samtalið og opna kannski á einhverjum hugmyndir sem aðrir hafa ekki haft sko. Já, einmitt. En hvað segir þú Steingerður? Kom eitthvað að þér á óvart svona í úrslitum eða við myndun nýs meirihluta sem að þú svona, sem að þið langar að tjá þig? Nei, ég get ekki sagt það. Ég held að við höfum öll verið farin að finna það mjög skýrt í aðdraganda kosninga hvert nálin var að sveiflast og ég held að allir hafi vita það og gengið út frá því að Sjálfstæðisflokkurinn myndi vinna sinn kosningasigur og við vorum líka farin að sjá að Miðflokknum væri að aukast fylgi og ég verð að segja mér svo dásamlega kórrétt greining Margrétar á Miðflokknum og hvers vegna hann á enga vini. En það önnur saga en það sem að mér finnst alltaf sko, svo snúa svo mikið það talað að við fjölmiðlamenn að við höfum þetta dagskrárvald, að við höfum vald á því hvað sett lagt fyrir almenning og hvað í umræðinni. Það var einu sinni þannig. Já, en þetta svolítið finnst mér það sama og stjórnmálamenn hafa í hendi sér. Það eru þeir sem að leggja línurnar andan í samfélaginu og
í mínum huga þá snýst þetta samfélag okkar það að taka okkur saman til þess að vernda hjörðina. Alveg eins og hjarðdýrin gera út í náttúrunni. Við erum þarna til þess að styðja hvert annað, við erum þarna til þess að þrýsta þeim veikustu inn að miðju þegar það kemur einhver árás á hjörðina og styðja hana þessa veiku áfram til þess að þeir komist undan líka og við erum þarna líka til þess að byggja upp eitthvað gott og friðvænlegt samfélag og ég held að miðflokksmenn tali á þann veg að ég sé ekki að þeir stefni í þá átt á einn eða annan máta. Að þeir séu eiginlega miklu frekar alltaf að tala inn á það að við eigum að flokka fólk, að við eigum að vera tilbúin að tortryggja og að við eigum að kenna einhverjum það sem að miður fer í staðin fyrir að reyna að vinna að því að leysa vandan. Og ég sé ekki að vanda Íslands samfélag sé að losa sig við alla útlendinga. Ég get ekki séð þá, ég sé það heldur ekki að það muni leysa leikskólavandan að senda konur heim og jafnvel borga þeim fyrir að vera einhvers þar heima á bak við eldavílunni eins og Guðni Ágústsson sagði á sínum tíma. Og, það var nú bara lagnið að komast bak við eldavílunni. Það var einmitt það sem ég hugsaði alltaf eftir þetta. Mér fannst það svo dásamlegt að já, það þarf mikla lagni til þess og líka ég tala nú ekki að ætla að fara að elda þaðan. En það sem ég svona kannski býð eftir af því að nú til dæmis Samhjálp sem ég að vinna fyrir að við erum að býða eftir því að geta opna nýja kaffistofu og það búið að standa mikill styr í kringum það og við horfðum á það núna daginn að Geðhjálp ætlar að selja hús sem þeir voru búin að kaupa og ætluðu sér að hafa þarna skjólshús fyrir fólk sem í Breiðholtinu. Akkurat. Já. Og vegna andstöðu og andúðar nágranna þá gáfust þau upp og ákvaða að selja sitt hús. Og ég einhvern veginn með þessi nýju meiri hluti, ég ætla að vera bjartsýn, þau eru ekki byrjuð, en ég ætla að vera bjartsýn að þau verði fólk sem að sýnir ákveðið umburðarlyndi og skilning á því að við þurfum að hugsa fleiri í þessu samfélagi heldur en þá sem best eru staddir. En ekki snýr meiri hlutin við þurfum nágranna? Nei, en hins vegar gæti þessi meiri hluti gæti hins vegar haft áhrif á, það eru stjórnsýslukærur í gangi og við vitum ekki hvernig þær fara, það er reyndar sem sagt fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd sem er æðra stjórnvald og borgin er fyrir sitt leyti búið að samþykkja þetta og framkvæmdir eru í gangi. En eins og ég segi að við vitum ekki hvað gerist í framhaldinu. Þetta er allt saman í pínulítilli óvissu en eins og ég segi að það sem að mig myndi langa til að sjá, það væri að þessi meiri hluti myndi beita sér fyrir því til dæmis bara að fólk sem er illa á vegi statt og þarf aðstoð, að það fái rými út í hverfum borgarinnar líka, alveg eins og allir aðrir. Já. Ég samt veit ekki hvort þú ættir að vera vongu þarna því að ég held að þessi meirihluti sé meirihluti hinna stóru og sterku og þeirra sem að munu setja kröfur árangur og viðmið og hann er tölvert til hægri með það sem við höfum haft undanfarið en ég veit ekki svona bara svo ég tjá mínu persónulega skoðun eins og ég ger oft í þessum þáttum ég veit ekki hvers lítilmagnin má vænta en við vonum það besta. Já, og þú mátt ekki taka frá mér bjartsýnina Björn minn, Trump er enn við völd í Bandaríkjunum. En mér langar núna að fara frá þessu umræðefni yfir í önnur mál sem eiga það sameiginlegt að ég held í fram að þau hafi vakið sterkari tilfinningar hjá okkur sem þjóð en þessi nýji meirihluti og eftirmála kosningarna. Og það er dæmis þetta plastbarkamál. Þetta er gríðarlega erfitt og þungt mál og það er eins og að þjóðin skiptist í tvö horn og Margrét, þú hefur, af því þú ert doktor í afbrotafræði og ég veit þú hefur áhuga á þessu máli
Hvað hefur þú tekið svona út úr umræðinu sem hefur orðið eftir að fjölmiðlar sögðu frá dómi í síðustu viku þar sem að svona ábyrgð Tómasar læknis einhvern veginn 10 með öðrum hætti en verið hefur til þessa? Já, ég verð að viðurkenna, ég hef ekki lesið allan dóminn en þá. En það hefur hann ekki verið birtur? Nei, hann hefur ekki verið birtur. Nei. Það er þá þess vegna sem ég hef ekki lesið hann. Já. En sko, þetta auðvitað, það mikilvægt að þetta hafi farið fyrir dóm og þetta sé skoðað og svona, ég hef engar forsendur til að meta hvað rétt og rangt í því, sko. En þarna komin dómur og viðbrögð með dómnum finnst mér svolítið einkenna kannski, við erum bara pínu lítil þjóð, við erum svo fá að allt þessi mál sem koma upp hafa tilhneigingu til þess að verða svo persónleg, snúast persónur og leikendur að það þannig sem svona eina megin reglunum í vísindum að það allt sko það hvað gert í rannsóknum eins og til dæmis bara hvað gert að það nákvæmlega bara hvað þú ert að gera sem á að skipta öllu máli og það alls konar svona, þarf að fara í gegnum alls konar síur til þess að til dæmis að geta gert rannsókn eða fá rannsókn birta eða allt þannig og hver að gera það, hver þú ert sem persóna sem ert að framkvæma rannsókn eða einhvað í einhverjum vísindalegum tilgangi, það á að vera og það algjört lykilatriði að það aukatriði. Þín afrek áður en þú framkvæmir ákveðna rannsókn, það líka aukatriði. Af því að þú átt að vera bara það svona talað blind peer review og það allt, þú ert ekki megin atriði, þú ert ekki nein stór persóna, það verkin, það vísindin, það það sem skiptir máli. Og þarna kemur upp þetta og það virkar eins og bara svona, ég ætla ekki að þykjast geta metið það hvað rétt eða rangt í þessu, en bara svona viðbröðin, að þá finnst man eins og það greinlegt að margir þekkja Tómas af bara góðu og hann hefur staðið sér vel og hefur reynst fólki vel og það þess vegna kemur upp einhvers konar reiði yfir þessum dómi vegna þess að hann hefur einhvern tíma reynst fólki vel að því að hann sem persóna, fólki líkar við hann sem persónu. En þarna vinnubrögð sem að kostuðu mann lífið og það verður að vera aðalatrið og og það verður einhver að bera ábyrgð á því. Mér finnst það algjörlega skýrt. Já. Og sko það hefur mátt skilja af heiftuðum viðbröðum í umræðinni að Tómas sé einfaldlega of mikilvægur maður fyrir Ísland til þess að það sé verjandi að hann detti úr leik. Og bara svona til þess að bakka upp þetta sem að segja með fámennið og hvernig við horfum jafnvel bara réttarfar einkennilegum augum af því að það eru aðrir hagsmunir sem að Já, og það bara mörg dæmi slíkt í íslensku samfélagi okkur þarf bara að fjölga allverulega þannig að hér sé búandi Já, þú ert í liði með þeim sem vilja fleiri Íslendinga? Já, við þurfum að vera að minnsta kosti 500.000 Já, hvað er að gera í því til að fjölga okkur? Já, sko, ég held að það hefur verið mikil gæfa fyrir Ísland hversu mikil fjölgun hefur orðið nú þegar af fólki með annan uppruna sem að ég held að bara að það sé mikil gæfa og við höfum ekki að hafa eitthvað, við þurfum ekki að vera hrætt við það og okkur sé að fjölga á þann veg. Nei. Hafið þið á heimildinni lagst grúndikt yfir þetta plastbarkamáli eða þar sé þannig dóm núna? Við höfum alltaf fjallað mjög mikið plastbarkamálið svona sögulega. Við höfum ekki fjallað mikið þennan dóm. Ég held reyndar að hann sé þvert á sko allar skoðanir og rannsóknir og úttektir sem hafa verið gerðar á þessu, hvað var það ábyrgð þessa einstaka læknis. Og ég held að það nú eftir að taka þetta upp
á okkurum fleiri dómstigum og fjalla betur þetta, það hefur verið á það bent að það sé ekki farið endilega rétt með í öllum tilvikum í dómnum. Annað líka að við vitum og erum held ég öll sammála það að kerfið sem við erum með, heilbrigðiskerfið, ekki á góðum stað og það vantar mönnun, það vantar skipulag, það vantar fjármuni og margir af þeim sem að vinna inn í þessu kerfi og ég hef rætt við þetta tiltekna mál og hvernig það getur gerst að það komi eitthvað svona rockstjarna með eitthvað nýja lausn og fær bara að gera tilraunir á fólki að þá sé að hluta til að kenna hversu veikt kerfið bara hvernig það fungerar og hvernig það er hannað fyrir allt annað umhverju heldur við erum í dag og ég held að sem ég varasamt að ætla að fara að skella skuldinni á einn mann að þetta kerfi hafi ekki virkað og án þess að ætla að draga úr ábyrgð eitthvað sem á að bera hana þá held ég og það er mín tilfinning að við séum ekki að gera alveg rétt með því að segja að það hafi bara verið hann Tómas sem hafi gert eitthvað mistök og kerfið ætti nú líka að vera hannað þannig og þannig uppsett að það sé ekki bara valdi eins manns að senda sjúkling út í eitthvað svona tilraunastarfsemi sem að reynist byggð á sandi. Þannig að ég held að sé varasamt að draga mikla ályktanir af þessari niðurstöðu eins og hún birtist núna. Það sem Margrét að segja að hafi það verið Tómas, þá má fyrri það má fortið hans ekki núla út ábyrgðina. Og það er bara mjög ágætt hugaræfingu og gott að hafa í huga einmitt þegar við erum ekki fleiri heldur en rétt tæplega 400.000. Ég legg áherslu á og ég veit ekkert þetta mál annað en sem hefur komið í fjölmiðlum og hefur ekkert forsendur til að meta. Algjörlega og ég er ekki ætla nefnum það ég við þetta rauðaborð. En hefur þú sjálfur lesið dóminn? Ég hef ekki lesið hann út í gegn. Nei. Hef ég ekki verið að fjalla ég hef ekki séð hann birtan opinberlega ég held að sé birtan opinberlega ég held að sé nú komið en bara svona heilt yfir og þá náttúrulega líka alveg hægt að benda á það að við séum að þú voru náttúrulega sveitarstjórnarkosningar að við erum að reka sveitafélög einmitt sem eru eins og bara blokkakeðjur víða annar staðar þannig að það er mjög margt sem að kallar á það að við séum fleiri heldur bara ábyrgð lækna eða annað Já. Það er kannski gaman að segja frá því Steingerður ástæðu þess að ég blandaði mér í þessa umræðu Tómas og plastbarkamálið daginn var svo að ég sá fjölda blaðamanna kollegamanna atvinnumanna í því að undanskilja sem sagt persónulega hagsmuni og tilfinningar og það sem að maður þarf að fjallum í fréttum fara á Tómasarvagnin og ég var svo hissa á því hve margir þeirra bara grjótharðir blaðamenn sem ég eru alltaf fundist vera mjög flinkir í vinnubröðum hvernig þeir voru bara persónulega svo innviklaðir í einhverja sögu með Tómasi að það var alveg sem hvað hafði gerst við áttum ekki að sakfella Tómas fyrir það og upplifið þú þetta svipað og ég? Já og nei. Ég skil að vissu leyti þessi hastarlegu viðbrögð en það er náttúrulega eitt sem að verður að koma fram að Tómas var ekki valdur að dauða andi Maríans, hann var dauðvona. Hann var með ólæknandi krabbamein og hann hefði látist en það hefði hugsanlega verið hægt með lyfjameðferð að halda manninum lifandi aðeins lengur heldur en hann lifði en þetta snýst líka það að hann deyr á 2 árum við ólýsanlegar kvalir. Og það hefði náttúrulega átt að hlífa ekki hans og börnum við því reynda voru börnin hans svo lítil að þau kannski upplifðu það ekki á sama hátt og móðir þeirra en það er náttúrulega alveg hræðilegt að þurfa að gangi gegnum það og ef við horfum bara á mannlega þáttin í þessu að þá er þarna kona sem hefur engar bætur fengið fyrir það að hafa þurft að missa manni sinn hugsanlega einhverjum mánuðum, hugsanlega einhverjum árum fyrr heldur en þurfti og að horfa upp á hann gangi gegnum svona hræðilega hluti. Og manni finnst, og ég er algjörlega sammála því, að hún skili bætur fyrir þetta. Og við megum heldur ekki gleyma að það er búið að fjalla
þátt sænskra lækna í þessu og fella dóm út í Svíþjóð þar sem að sænskir læknar á Karolinska sjúkrahúsinu voru sýknaðir og hann fær að leika þar lausum hala og hann græðir plastbarka í annan sjúkling, konu, einhverjum mánuðum eða árum eftir að hann græðir plastbarka í Andi Marian og það fer á sama veg, þannig að þessi maður er náttúrulega glæpamaður og þegar ég var á vikunni þá skrifaði ég grein hvernig hann hafði blekkt einhverja bandaríska blaðakonu og trúlofastenni og allt og allan tíman giftur á Ítalíu, þannig að þessi maður er ótrúlegur. Siðblendingi að þínum að þeim. Það er náttúrulega að tala Pálu Macchiarini en ekki Tómas sko. Já, mikil óskup sko, en sko, auðvitað til þess að konan fái bætur, þá virðist kerfið krefjast þess að einhver sem gerður ábyrgur. Og mín skoðun er svo að Tómas geti aldrei einn verið ábyrgur og það er alveg rétt hjá þér. Og þú veist, við verðum líka að spyrja vísindasamfélagið allt eins og Margrét segir. Þarna á að vera alls konar varnaglar, það á að vera hindranir hér og þar í veginum fyrir því að menn geti bara komið og gert það sem þeim dettur í hug og leikið sér á þennan andstyggilega hátt með líf fólks. Og þeir bregðast allir og ég get ekki sko samþykkt það þó að ég er algjörlega sannfærð það að Tómas ber auðvitað ábyrgð sem læknir Andi Marians alveg eins og allir aðrir sem koma að þessu en hann er ekki einn það. Það er líka Karolinska sjúkrahúsið og allir þeir læknar sem koma þar að og mér finnst að Ísland og Svíþjóð eigi að taka sig saman og sjá sóma sinn í því að semja bætur fyrir þessa konu og síðan láta þetta mál niður falla og hafa vera bara manneskjur til þess að viðurkenna að þau klúðruðu þessu og gerðu eitthvað sem átt ekki að gera. Og þá ekki fara að taka einhvern einn og hengjan, heldur bara eins og ég segi, Íslenska ríkið og Sænska ríkið eiga að axla hvort sig sína ábyrgð á því að þeirra vísindamenn fóru langt út fyrir það sem á að gera. Og já, ég finnst mjög mikilvægt að einmitt muna eftir því að aðgerðin er framkvæmd á sænsku sjúkrahúsi af ítölskum lækni, jafnvel þó að sjúklingurinn hafi verið búsettur á Íslandi. Þannig að ábyrgðin hlýtur náttúrulega fyrst og síðast að vera þar. Já, það er rétt. Já. Og eins og ég segi, ég bara veit allt og lítið þetta mál til þess að hafa einhverja skoðun á því, en ég get haft sko svona vinnubræðarlega skoðun á því hvernig við hugsum og tölum þetta. Og ég verð að viðurkenna það eins og ég sagði það, ég er svolítið sjokkaraður að sjá sko þrautreynda blaðamenn detta í einhvern svona tilfinninga persónulegan gír, gagnvart persónum og leikandum í þessu. En eins og Margrét segir, það er kannski bara það sem við sitjum upp með hér í fámenninu. Kannski er út af fámenninu sem að okkur brá líka öllum alveg rosalega þegar við heyrðum að lögregluaðgerð þarna á Suðurnesjum sem enda með því að maður í einhvers konar geðrófi, lögreglan skýtur hann tvisvar með rafbyssu og hann er fáklæddur og hann er búinn að hella yfir sig eldfim-vökva sem að einhvers konar vökva, við vitum ekki ennþá hvort það er bensín eða bara einhver eldfim-vökvi og mögulega kveikir lögreglan í þessum manni sem á við andlega erfiðleika að stríða. Við vitum ekki hvort það er rétt eða ekki. Við vitum að lögreglan hins vegar talar þarna við vitni sem tekur þetta upp á síman sinn og biður viðkomandi að eyða upptökunni og allt það. Bara svona aftur til þín og yfir í afbrotafræðina, Margrét, hvað finnst þér þetta mál? Já, það er svakalega lýsingar og ég held að sé gott að það verði ákært eða kært í þessu máli, meina ég, að maðurinn sem er á sjúkrahúsi í Noregi, hann er með lögfræðing og lögreglan það fari einhvers konar mál í gang, að þetta verði rannsakað. Ég held að það sé mikilvægt. Þess að fyrir utan þessa nefnd með þessi nefnd störf lögreglu með eftirlit með störf lögreglu, hún er með allri virðingu fyrir öllum nefndarmönnum, þá hefur hún ekkert hún hefur engar forsendu til að vera rannsaka máli eða að komast að neinni niðurstöðu. Það er þessi nefnd tekur saman einhver mál og fólk getur
kært til þessara nefndar eða tilkynnt til þessara nefndar en það verður svo sem ekkert úr þeim málum sem fara þangað. Sko. Já, það er bara verður að segjast alveg eins og er. Þannig ég held að það sé mikilvægt að þetta, nú hefur lögreglan verið með rafbyssur í einhver tíma hér á Íslandi og þá svona, einhverjar allavega hafa verið einhverjar svona skiptar skoðunur það hvort að lögreglan íslenska hafi þurft rafbyssur en það var komið í gegn að hún er núna með rafbyssur og þetta hefur gengið mér skilst ágætlega hingað til fyrir lögregluna. Hún hefur ekki beitt þeim mjög oft en hún bara það að hafa verið með rafbyssur hefur svona, hún telur það minnst að kosti sjálf að það sé ákveðin svona fælingamáttur í því sem er náttúrulega það sem að við myndum vilja að lögreglan þyrfti ekki að beita þessum rafbyssum, heldur bara að hún sé með þau, að það svona skipti máli. En þarna kemur upp alvarlegt atvik sem að ég held að sé bara mikilvægt að verði rannsakað og verði skoðað mjög vel og vegna þess að það er svona ýmislegt sem ég held að væri mjög gagnlegt fyrir okkur að skoða á gagnrýninn hátt eins og bara með menntun lögreglumanna og þjálfun og menntun lögreglumanna. Þá held ég til dæmis að þeir þurfa meiri þekkingu á svona andlegum veikindum fólks og hvernig það er best að bregðast við máli sem koma upp þegar fólk er að glíma við andleg veikindi og það er námið er komið upp á háskólastig og námið er allavega betra eða ítarlegra en það var hér á árum áður þegar það var bara lögregluskóli ríkisins en það eru svona, finnst mér að það þyrfti kannski að skoða þetta betur þeirra þjálfun, þeirra menntun þegar það kemur að bregðast við svona og mér finnst bara, ég held að þetta sé það er, þetta er náttúrulega sjokkerandi mál. Það er alveg agalegt að maður hafi þarna að sé á spítala með helminga líkamannum bara í brunasári og svo auðvitað líka vekur það upp spurningar að vitni hafi verið skipað að eyða myndbandinu. Já, og það vekur líka upp spurningar að lögreglan sé sjálf búin að úrskurða í þessum máli. Og það hefði einhver yfirmaður þarna bara kveðið upp með það að út frá hennar sjónarhóli þá sjá hún ekki að neitt hafi verið athugavert. Það er náttúrulega alls ekki gott heldur. Hefur einhver tíman í sögu lögreglan komið upp fram í fjölmiðlum hvort sem það er yfirmaður eða aðri lögreglumenn og viðurkennt mistök. Manstu eftir því? Það er bara, ég held að þetta sé svolítið í eðli lögreglunar að gera það ekki í fjölmiðlum. Það er svona einstaka mál sem ég man eftir langa tíma að þá hefur einhver stigið fram og viðurkennt möguleg mistök. En almennt er það þannig að það er ekki gert. Nei. Aðeins varandi traustið Aðalsteinn, þetta var náttúrulega umdeild breyting af vopnvæða lögregluna með rafbyssum og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hefur rifjað upp eftir þetta atvik að Jón Gunnarsson hafi bara farið ólöglega fram með því að smygla þessari breytingu einhvern veginn fram hjá kerfinu og ég er svona þess að velta fyrir Ég er nú ekki alveg nógu vel að mér til að Nei, ég bara segja það sem hún segir en ég bara velta fyrir mér segjum að þetta hafi haft góð áhrif í 10 tilvikum þessi aukna vopnvæðing og svo fáum við þetta tilvik dugar það ekki bara til þess að maður velti fyrir sér, er það ekki bara betra að sleppa öllum þessum rafbyssum fyrst eitt svona tilvik getur leitt til svona hörmunga? Já, ég þekki bara ekki alveg nógu vel til hvernig þessi vopn hafa verið notuð og hvort þau hafi skipt sköpum til þess að koma í veg fyrir einhvern harm sem annars hefur orðið. En ég held að það sem átti alltaf að gera samhliða því að vopnvæða lögregluna og meðum líka muna það að það eru skotvopn í bílum lögreglunar út alland og lögreglan hefur aðgengið að miklu hættulegri vopnum heldur en rafbyssum og lögreglan hefur líka lögbundin rétt til að beita ofbeldi og þessu öllu á að fylgja öflugt eftirlit og
náttúrulega bara mjög skýr og góðu punktur sem að kemur hérna fram að nefnd eftirlit með störfum lögreglu er algjörlega gagnslaust fyrirbæri í því að hafa eitthvað raunverulegt það að segja hvernig eigi að bregðast við því þegar lögreglan fer fram með hætti sem hún á ekki gera. Og það eru fjölmörg dæmi það að lögreglan gerir rangt og taki rangar ákvarðanir og beiti úrræðum og vopnum sem að hún hefur með röngum hætti og það líka bara partur af því að lögreglan ekki vél heldur er hópur af fólki og fólk getur bara gert mistök og haft bara rangt við. Það ekki áfellisdómur yfir lögreglunni sem fyrirbæri og bara mjög eðlilegt og mannlegt en þetta eftirlit ekki til staðar og það náttúrulega að hefði náttúrulega átt að gera það samhliða því að vopnaða lögregluna og raunverulega löngu fyrir að koma skilvirku raunverulegu eftirliti á en þetta atvik náttúrulega bara öskrar á það að það verði ekki beðið lengur með að koma slíku eftirliti á og það náttúrulega mjög alvarlegt að lögreglan beini því og hvort sem það orðað sem spurning eða skipun að eyða myndefni af störfum lögreglunar það náttúrulega bara alvarlegt og þarf að koma bara einhver mjög skýr lína frá ráðherra lögreglumála til allra starfandi lögreglumanna á landinu og svona ekki gera. Það eru líka dæmi það að lögreglan hafi einmitt farið í aðgerðir vopnuð með slökkt á þessum búkmyndavélum sem eiga að vera þessi öryggisventil þannig að það að borgarar séu látnir eyða myndefni af störfum lögreglu er náttúrulega bara það er náttúrulega ekki það alvarlegast í þessu gerum við grein fyrir því en það er klárlega eitthvað sem þarf að taka á bara strax. Grímur Atlason Geðhjálp Steingerður segir að þetta atvik seti margsum fordóma lögreglu gagnvart geðsjúkum og eins og Margrét að segja líka að þá skorti þjálfun bara þeir eru ekki fengið rétta menntun til að bregðast við aðstæðum sem þessum. Já og ég algjörlega sammála því og þetta líka eins og Grímur hefur verið að tala og þau hjá Geðhjálp hafa sagt að þau eru margbúin að bjóða þeim að koma og veita þeim fræðslu og hjálpa þeim með því að skoða svona mál og hvernig bregðast þeir við og ég man eftir að því að ég á systur sem er með sykursýki að hún fór einu sinni í sykurfall og lögreglan neitaði að kalla á sjúkrabíl því að þeir töldu hana bara drukkna og þetta kostaði hana næstu því lífið, það var bara fyrir tilviljun sem að maðurinn hennar náði í leigubíl og komin upp á spítala. Þarf maður ekki líka bjarga lífi fólk sem drukkið eða? Þeir bara töldu það ekki vera þörf á neinum sjúkrabíl, hún væri bara svona full að hún þyrfti bara að sofa úr sér og ef hún hefði verið látin sofa úr sér þá hún bara ekkert vaknað aftur og þegar þetta gerðist þá fóru mamma og systir mín og töluðu við yfirlögreglu þjón og buðu einmitt að sem sagt voru búin að tala við félagssjúkra og þeir voru búin að bjóða fræðslu og sú fræðsla fór aldrei fram og var aldrei þegin og ég er svo hissa á því þegar að svona batteri eins og Geðhjálp eða félagssjúkra eða ADHD félagið eða bara hver sem kemur og býður lögreglunni eða einhverjum öðrum ókeypis fræðslu sem að hlýtur að vera þeim akkur í að hafa og njóta að menn geti bara slegið það út á borðinu eða ignorera það og beðið eftir því í raun að vera eitthvað svona andstyggilegt gerist. Eitthvað sem að getur jafnvel kosta mann lífið eða lífshaminguna. Og ég þú veist, ef að svo ef að þið eru svona tregir til að vilja fræðast, þá hlýtur að vera eitthvað innan kerfisins.
það segir mér allir sem að eru að starfa á hvaða vettvangi sem það sem kemur að lífum fólks, þá hlýtur alltaf að vera opin fyrir því að fræðast meira til þess að geta gert betur. Því að þú ert með fólk í höndunum og vilt gera þitt allra besta. En ég bara vona að þetta verði þá minnstakosti til þess að þeir leiti til geðhjálpar og fái þessa fræðslu. Að það væri held ég fyrsta skrefið sem að lögreglan ætti að taka núna. Að við vorum að ræða það aðeins hvort við munum sakna Pírata. Sko ég sakna þess á Alþingi að við fáum sko fleiri raddir þegar uppkoma atvika eins og þessi. Muniði sko að ef við hefðum haft slatta Píratum, kannski eitthvað af afskiliðum, ég veit það ekki, usual suspect, það skiljið hvað ég að fara? Já, 100%. Ég alveg samanlega. Það svona ákveðin svona umræða, gagnrýnin umræða sem mikilvægt fyrir okkur í samfélaginu að eiga og Píratar voru að miklu leyti að taka hana, eða svona, eiga frumkvæða henni og það reyndar, hugsa ég líka, óháð því sem ég sagði áðan Miðflokkinn, að þá ég held að sé gagn í einhverju af þeirri umræðu sem tekin frá Miðflokknum, af því að við verðum auðvitað svona samdauna sem samfélag og það mjög mikilvægt að heyra ólíka raddir, gagnrýnisraddir hinn ólíku mál sem að oft erfitt fyrir okkur að ræða sem samfélag og að því leytinu til held ég að það hafi verið mjög margt gagnlegt sem hafi komið frá Miðflokknum nú þegar, en ég held líka að svona umræðan hafi verið skaðleg á sama tíma fyrir sérstaklega svona minnihlutahópa svona. En ef við má bæta aðeins við þetta, þegar mér finnst þetta svo góða punktur, að við ættum líka kannski að taka umræðan það að lögreglan sinni ekki öllum þessum verkefnum. Það taki með sér fólk sem sko sérstaklega mentað eða þjálfað í að takast á við ýmsu verkefni sem að við felum lögreglunni bara sjálfkrafa í dag. Akkurat. En mér langar að segja af því að við vorum að tala Píratana og hvort við söknum þeirra að ég sakna þess svo sannarlega að ég ekki endilega kannski Pírata sem flokks en þessara rökföstu flottu einstaklinga sem töluðu fyrir Pírata. Fólk sem var með svo ótrúlega góða þekkinga og öllu sem þau kommenturuð á að maður gat ekki annað heldur en hlustað. Og ég sakna þess svo sannarlega, við megum fá fleiri svoleiðis. Það eitt bara sem við langar að því áður við hverfum frá þessu umræðefni lögregluna að þá ég náttúrulega var við Háskólann á Akureyri í lögreglufræðinni og vann við það að kenna tilvonandi lögreglumönnum og þar eru námskeið eins og eitt námskeið sem heitir ofbeldi og valdatengs sem að öll sem eru að fara að útskrifa sem lögreglumenn þurfa að fara í gegnum og það sem farið í sko bara hvaða þýðingu að vera að valdbeita svona mismunandi hópa í samfélaginu þannig að þau fá einhverja svona fræðslu það í náminu við Háskólann á Akureyri. En það sem ég upplifði þegar ég var þennan tíma, þegar ég var í lögreglufræðinni, þá til dæmis að svo ég segi það bara hreint út að það var svona, það kemur þrátt fyrir að það sé ekki, það sagði það engin við mig skýrt en það svona kemur fram svona ákveðið viðmót að það sem að þessir ungu væntanlegu lögreglumenn læra í Háskólanum á Akureyri að það sé eitthvað svona, það sé ekki alvöru það sé ekki alvöru þjálfun eða menntun, hún byrja ekki fyrir þeir byrja í lögreglunni. Og þá svona, ég glemdi öllu sem þú lærðir í skólanum. Núna byrjum við að kenna þér því sem skiptimáli. Það sé einhver menning. Það sé svona einhver menning. Og það sem ég fannst líka erfitt sem sko kona sem hef mikla trú á svona gagnrýni umræðu að verandi í lögreglufræðinni að vera því ég held að bara gagnrýni umræðu allar stofnanir samfélagsins sé afar mikilvæg og maður sé ekki að dæma heila starfsett ef maður vill láta til dæmis rannsaka ákveðin mál og telur það skynsamlegt. Ég upplifði bara verandi í lögreglufræðinni þegar ég var gagnrýnin að það var bara býtu á hvaða vegferð ert þú? Skilur ekki í hverju býtu ákvörðu að eins og það mætti ekki þá voru allir bara býtu hvað
veist ekki í hvaða starf þú ert og eins og það væri ekki mitt hlutverk sem og ég held að sé mjög mikilvægt og ég veit líka að bara þekkjandi lögregluna, marga í lögregluna á Íslandi að það rosalega mikið af flottu fólki í lögreglunni, klárt fólk og fólk sem hefur þekkingu á alls konar en það bara aukaatriði þegar við erum að velta fyrir okkur að það eitthvað gagnrýnivert þarna í stofnuninni sem lögreglan og það þarf að skoða einhverja ákveðna þætti og það má tala um það og gagnrýna það verður að tala og það verður að gera það. Já. Þannig að lögreglukonurnar 2 sem hafa varið þetta mál í fjölmiðlum eða annars í sjónvarpsviðtölum, þú ert svona að leika þær með þá hugmynd að þær hafi gengið inn í einhverja svolítið kannski karllæga harða menningu? Já, sko, það náttúrulega bara þannig að öll stór fyrirtæki eru með ákveðna svona fyrirtækja menningu. Lögreglan með ákveðna menningu sem þar í gangi og ég meina lögreglumenning, henni hefur verið lýst bara í fleiri fræðigreinum en eiginlega allt annað. Fræðifólk hefur svo mikið áhuga á lögreglumenningu, þannig að það ótal mikið af lýsingum á þessari lögreglumenningu og henni lýst eiginlega allan heim á mjög svipaðan hátt sem alveg merkilegt og það svona að því að strúktúrun þannig að það verður lögreglumenning svona til í þessum strúktúr og líka vegna eðli starfsins sem hættulegt að mörgu leyti og þetta hefur ekki verið skoðað hér á Íslandi en alveg þekkt og einn þáttur að sko það verður þannig að við og svo eru öll hinn. Við erum hópur, það eru við og svo öll hinn önnur í samfélaginu og þið skiljið okkur ekki að því að við bara erum að gera svo margt sem svo leynilegt og svo merkilegt og þið skiljið okkur ekki og við hafið ekki hugmynd hvað að tala, það bara við og við verðum alltaf að standa saman. Þess vegna skiptir engu máli hvað einn úr okkar liði gerir, við stöndum alltaf saman af því að það skiptir svo miklu máli og þess vegna munum við alltaf segja sömu sögu. Þetta bara svona, þetta alveg þekkt í fræðunum sem svona hluti af lögreglumenningu en nú veit ég ekkert hvort að þetta sé það sem að koma upp þarna í þessu máli. Nei. Ég bara að segja að þetta líka fyndið sko, í öllum bandarískum lögregluþáttum þá þetta einmitt andinn á lögreglustöðinni. Þannig að maður, þú veist, þetta akkúrat það sem við erum að sjá í öllum bandarískum þáttum og svo kemur þarna einhver vesalingsmaður með höfuði skrúfa rétt á og hann sér spillingu og hann vill bara gera eitthvað í því og hann útskúfað. Þú veist, og meiri segja í bresku þáttunum þarna in the line of duty, þar sjáum við þetta mjög skýrt og greinilega, sko. Alveg dásanlegt að heyra þetta bara virkilega fræði á bakvið þetta. Þetta sé spot on. Já, nákvæmlega. Ég get haldið áfram að horfa á samviskur. En ég segi, þessi þáttur í menningunni hefur ekki verið skoðaður hérna á Íslandi. Á hverju ekki? Já, það bara góð spurning. Það var einhver að taka sér til, gera það. Það satt hérna skáld rithöfundur daginn með mér í kjaftaþætti eins og þessu. Og hann hafði verið böstaðar að löggu sko, fyrir að verið nálægt einhverju Jónu sko. Og við vorum hversu nálægt? Hann hélt á henni held ég. Hann var ansi nálægt. Já, og það var nánast bara sko, hríðskotabyssurnar sko, bara keyrðar upp að gagnaugana á honum og ótti löggunar sko, gagvart einstaklingi með Jónu eða sko einstaklingi sem búin að drekka heilan lítra af vodka sko. Þannig bara ennþá einhver djúpstæðu munur á mati margra og við tórum lögreglu hér á Íslandi og það ekki góð rauk fyrir því. Sennilega sá sem búin að reykja Jónuna mun ólíklegri til þess að fremja ofbeldi heldur en sá sem með hálfa vodkaflösku í maganum og svona. Og það svona atriði sem væri bara svo gaman að ræða oftar. Þannig að kannski það hluta rannsókninni sem á eftir að gera. Já, en þetta aftur að því að við erum bara svo fá, þá vantar fleira fólk að rannsaka alls konar. Já, einmitt. Heyrðu, en við eigum eftir kannski eitt umræðefni eða svo áður en ég hleyp ykkur út í góða veðri því þessi þáttur ekki í beinni. Kæru hlustendur og áhorfendur, hann tekin upp fyrir nokkrum klukkustundum. En hvort viljið ræða heimildamyndina Davíð Oddsson eða Íransstríðið? Á tveimur góðum kostum bjöðum. Er þetta ekki bara of góðu dagur til að vera að ræða Íransstríði?
Er þetta ekki bara, megum við ekki setja það bara... Halda okkur bara hérna innanlands. Já, tala Davíð. Ég hef ekki séð þessa heimildamynd, en ég er búin að sakna þess mjög af því að við fengum þetta prýðilega sérblað Morgunblaðsins Davíð þegar hann dó. Já. Að það sé einhvers konar heiðarlegt og jafnvel allt í gagnrýnið uppgjör á störf Davíðs. Því að jafnvel þó að einhverju kunni að vera þeirri skoðan að allt sem hann hefði gert hafi verið gott, að þá gerði hann mjög mikið og mjög fjölbreytt og var í ábyrgðarstöðum í íslensku samfélagi í mjög, mjög langan tíma. Og því fylgir bara að það er hægt að skoða ákvarðanir og gjörðir Davíðs út frá ólíkum sjónarhornum og ég bara sakna þess mjög að það sé ekki gert. Og það skýrist kannski af hverju það hefur ekki verið gert að viðbröðunum að því að það hefur verið talað við einn tiltekinn rithöfund í einhverjum ansi jákvæðum þætti Davíð að það bara ætlar allt koll að keyra. Sko. Já, einmitt, góð punktur. Þetta er alveg algjör brandari, sko. Já, svo er það líka þetta að þegar að þú ert að tala einhverja manneski, þá verður þú náttúrulega að tala út frá þinni reynslu af viðkomandi. Og Hallgrímur er að segja frá einhverju sem hann upplifði og þetta er eiginlega sama sagan og þess, eða sem sagt, þetta er af svipuðum toga og þegar að það væri verið að liggja mönnum á hálsi fyrir það að setja inn í ævisögu séra Friðriks upplifanir nokkurra drengja af honum að þeir upplifa kynferðislega áreitni af hálfu þessa manns en það hlýtur náttúrulega alltaf að vera okkar hlutverk að við erum að fjalla einhverja persónu að velta upp öllu sem að þessari mannesku snýr og við verðum að hlusta á bara upplifan og reynslu þeirra sem að koma eða samferða manna viðkomandi af honum og svo dæma bara út frá því. Og ég meina þetta er sama sagan eins og með bókina hana Jóhannu Knudsen að það er ótrúlegt að komast að því hversu jákvæð persóna þetta var. Ég er alla ævi búin að hneykslast á því hvað hún gekk hart fram gagnvart konum í ástandinu og ég er búin að vera með svona hálfgerða svona bara hálfgerða fyrirlitningu á þessari konu fyrir það sem hún gerði. Svo bara kemst ég að því að þetta er greind og mikil hugsjónakona og með frábæra kosti. En þetta er bara alltaf svona. Við verðum að segja bara kost og löst á hverju manneski því að þannig erum við öll. Ég meni sérstaklega og valdamesti maður síðar áratuga opinberasta fígúra Íslands. Hvað er öll þetta? Já, og eins og ég segi að þú megir ekki koma fram og segja hreinskilnislega frá því sem að þú gekkst í gegnum varðandi samskipti við einhverja tiltekna persónu. Það náttúrulega, það bara gengur ekki að fólk sé fordæmt fyrir það. Við verðum bara að taka því að þannig er það. Við upplifum öll mjög misjafnar hliðar hvert á öðru. En Margrét, þetta er bara þema þáttarins. Við erum bara of fá til þess að þola heimildamyndum Davíð Oddsson nokkrum vikum eftir hann deyr. Einmitt. Mér fannst þetta áhugaverður þáttur. Ég hafði gaman á honum. Og fannst hann ekki bara ágætlega balanseraður? Jú. Eða svona skítsamilega, þú veist. Hann hefði getað verið mun gagnrýnni á Davíð, ef eitthvað er, sko. Já, alveg örugglega. Já. En ég líka tók einmitt eftir þessum viðbröðum eins og þú ert að nefna eftir þáttinn og með eins og ummæli Hallgríms að kannski var þetta of stuttu eftir fráfall hans að koma með svona þátt. Ég veit það ekki. Það er bara ritstjórnarlega ákvörðun Ríkisútvarpsins. Já, mér fannst þetta ekki, það virkaði ekki á mig sem eitthvað yfir strikið, en ég er auðvitað engin, ég hef þó á þeim 30 árum sem ég hef haft rétt til að kjósa, þá hef ég nú samt kosið Davíð, einhvern tímann. Nei, mér fannst þetta áhugaverður þáttur og horfði á hann, sko. Og gaman að heyra mismunandi raddir og mismunandi sýn á þennan mann sem hefur verið bara einn valdamesti maður í íslensku samfélagi lengi.
Ísland kemur mér allt í að mikið óvart. Ég horfði á þáttinn, mér varst hann ekkert sérstakur, mér varst hann allt í lagi, mér varst Davíð kom alveg ótrúlega vel út úr honum. Já. Og það fyrsta sem ég sá þegar ég opnaði Facebook klukkutíma seinna, þá voru svona langa ritgerðir frá brjáluðum sjálfstæðismönnum. Yfir því að sko Hallgrími Helgasyni hefði verið leyft í að fara í þáttinn. Já. Það var sem sagt bara Helgi Mynd og engin önnur rödd og það var akkurat þetta við og þið element sem að skein svo sterklega út úr þeim röddum sem akkurat það sem að Davíð hefur helst verið legið á hálsi fyrir. Þú varst bara annarkvort í hans liði eða ekki. Bara eitt þetta svolítið með pólitíkinu og ég held þetta sé kannski ekkert eitthvað íslenskt meira en almennt bara en ég upplifa að minnstakosti þetta sé að aukast að fólk svona velja sér stjórnmálaflokka eins og það sé að velja sér lið í knattspyrnu eða enska boltanum og þú bara velur þér eitthvað lið eins og Liverpool og svo bara heldur með því. Það sem eftir allir sem velja annað lið eru þínir óvinir og þú bara hvað sem gerist hjá Liverpool þá þetta þitt lið. Og þetta ætti ekki að vera. Það við ættum ekki að styðja neitt stjórnmálaflokka á þennan hátt. Að við getum verið sammála einhverjum pólitíkum sem í ákveðnum málefnum en ekki í öðrum að við séum í einhverjum liðum. Mér finnst þetta svo undarlegt. En samt verði ég að segja, sko, að því þú ert að segja þetta að því ég nú elst við borðið, að ég upplifði þetta ennþá meira. Svona, þegar ég var yngri, það orðið meira flögt núna og unga fólkið í dag, það ekki alveg svona jafn fast í því að kjósa það sem pappa og mamma kusu eða það sem að mér hefur alltaf verið sagt að kjósa og það bara gekk í ættir bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn og þú veist, þannig að ég segi bara guðsílof, ég ætla að vera bjartsýn, þetta að breytast. Já, það rétt. Sko, já, einmitt. Viltu eiga að loka orðið? Ég ætla bara að segja, ég var útskrifast menntaskóla í gær, framhaldsskóla. Varst þú? Já. Til hamingju. Fór í kvöldskóla og bætti við mig. Frábært. Já. Þar ég mitt búin að vera sko, í 3,5 ár að hitta fólk sem töluvert yngri en ég og öðrum stað í lífinu. Og það að hugsa hlutina allt öðru sér heldur en að ég var þegar ég fór fyrst í menntaskóla og kláraði stúdentinn og hvað þá þegar þú ert að lýsa því að þú bara gerði það sem að mamma og pappi gerðu sko, og þú fættist framsóknarmaður eða kona og gerði það bara og ég held að það sýni sig nú að Sjálfstæðisflokkurinn þó hann sé nýbúin að vinna ágætan sigur í borginni að þá hefði þetta nú ekki þótt vera mjög góður árangur einmitt þegar Davíð leiddi sko. Þannig að þetta allt miklu hreyfanlegra en ég held að það magni líka upp að við getum öll startað hlaðvarpi eða sjónvarpsstöð eða erum tilbúin til útsendingar á samfélagsmiðlum að þau sem eru svo sannarlega í liði það heyrist alltaf mikið í þeim. Stofna stjórnmálaflokk. Já, og boðið fram bara daginn eftir. Bara af því að við viljum ekki hafa fátæk börn í samfélaginu. Já, eða farið í forsetaframboð. Eða farið í forsetaframboð. Það vinsælt líka. Já, var það ekki síðasti sénsinn okkar til að kjósa Davíð þegar hann farið í forsetaframboð? Var það kannski þá sem að þú kaust? Nei, fyrsta skiptið því þá kaus ég Sjálfstæðisflokki. Ég ólst einmitt upp á þannig heimili að það kom ekkit annað til greina. Og móðir mín skellti á fólk ef það hringdi og það sagðist að kosið eitthvað annað. Pabbi sagði mér að kjósa Framsókn. Í tvö fyrstu skiptin sem ég kaus og ég gerði það bara fyrir hann. Ég var ekki með mikinn pólitískan áhuga þannig að ég bara gerði það sem pabbi baði mig að gera. Svo þegar ég hætti að kjósa það sem pabbi vildi að ég kysi þá fór að verða vandamál. Fór þá að súrna í kúknum eins og það stendur. Það til margar aðferðir í þessu en við höfum allavega gert okkar besta síðustu klukkustund eða svo til þess að reyna að skilja pínulitla flís á þessari veröld sem við búum í og ég ykkur þakklátur fyrir að koma hér og taka þátt í því verkefni. Margréti Valdimarsdóttir, Aðalsteinn Kjartansson og Steingerður Steinarsdóttir. Kæra þakk fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og áfram göngum við götuna, kæru hlustendur, nýtt efni hér eftir andartak, ekki fara langt. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.